Þá ætla ég að fara hérna aðeins yfir í þetta sem ég var að tala í fyrirlestrinum með heimasíðunar, ákvað að hafa það bara sér. Að ef ég vil í fyrsta lagi vera inn á google.com og hafa efnið á íslensku, þá þarf ég að hafa þetta hér uppi við google.com og ég þarf að smetla á íslensku. Ég sé það nú þegar hún er ekki á íslensku því það er I'm feeling lucky, en ég ætla að fara hér og þá er það freista gæfunar. Ég held ég hef sagt ykkur eitthvað allt annað áðan, en það er alltaf læm. Þetta er það sem við erum að skoða. Nú ætla ég að leita að því sama ég var að tala í fyrirlestrinum, ég ætla að leita að tryggingar. Og þær eru hér og ég fæ hérna Sjóvá, fáðu sér hana, þetta er auglýsing og svo kemur hérna inn á Vís, þar er ekki, það býður samt upp á, ég veist að nei, ég vil kannski ekki fara inn á Vís, hér er Vörður, Sjóvá, þetta er ekki auglýsingar, þetta er ykkur upplýsingar sem þau eru með, hér er alls konar sjáu þið og við erum með hérna tryggingar og ráðgjöf, þetta er allt saman fyrirtæki, en svo kemur hérna, hvernig á semjum tryggingar, áttavitin.is, flestir vilja hafa tryggingar, þetta er að vísu frá 17.08.2014, en þetta ætti samt að vera allt í lagi, þannig ég ætla að smetla hér á og skoða hana. Og þetta, þá vil ég fá að vita fyrst, hvað hérna, hver er þetta, hver er með þessa síðu, hvað hérna, er þetta eitthvað tryggingafélagið, undir dulnefni, eða eitthvað. Þannig að ég byrja á því að fara heim, og þar er ekki neitt, hér er alls konar dót sko. Ég fer þá hérna á strikin 3 því þar eru oft eitthvað annað, þar er nám, sambönd, hvað, það er alls konar greinilega hérna. En ég átta mig samt ekki enn á því hvað þetta áttavitin er. Þannig að ég fer aftur á síðuna og prófa þá að smetla á logoið. Upplýsingar eru stundum þar. Þannig að þið þurfið að vera svolítið flink að finna út hvar þið þurfið að leita þessu. Þannig ég smetli á þetta og það gerist ekki neitt. Ég gat fundið þetta nefnilega áðan með því að smetla bara á áttavitan. Hvað er áttavitin? Kemur hér fyrir neðan. Nánar. Þá fæ ég hérna, þetta er upplýsingagátt miðuð að ungu fólki. Já, ok. Vefurinn er hver heldur utanum hann, hvernig ráðgjöf er þetta, fyrirspurn, hver heldur utanum þetta, það er hitthúsið og þetta er fyrir Reykjavíkurborg, þannig að þetta eru ætti að vera tiltölulega örugar heimildir sem ég er að horfa á þarna. Þannig ok, þetta er bara mjög fínt. Ef ég vil svo fara inn á Wikipedia, nú skulum við bara setja hérna inn á Wikipedia og ég vil fá að sjá hvað kemur upp þegar ég íti á Wikipedia, þá fæ ég bara þetta hérna og hér er síðan. Ég get farið inn á hana hérna á alls konar tungumálum og ég vil bara hafa hana nákvæmlega svona, kannski vil ég leita bara bara prófum bara tryggingar hérna eins og ég var með, hvort að það komi eitthvað upp þar. Það kemur hérna ég get greinlega haft alls konar, að hér er búið að setja inn hérna alls konar upplýsingar og það stendur hérna þessi hagfræðigrein er stubbur, þú getur hjálpað til við að bæta við greinina, þannig ég get farið hér inni og bætt við og hún segir mér hér að ég sé ekki innskráð og ég er ekki inn á Google, þannig ég hugsa þetta sé það. Ég hef aldrei skrifað neitt á Wikipedia því að ég hef enga ástæðu til þess, ég hef nóg annað að gera við minn tíma heldur en vera að dunda mér þar. En það er það sem er gallinn við þessar Wikipedia síður, það er að maður getur ekki treyst í að þetta sé rétt. Og ef við förum inn í, leitum að einhverju til dæmis hérna einhverjum aðila sem að við gætum þurft að nota í heimildum, hvaða gaur, nú man ég náttúrulega ekki eftir einum einasta hérna nú man ég bara ekki eftir einum einasta fræði kalli, það er nú eiginlega pínu fyndið því nóg er af þeim. Ég ætla bara að leita á honum vini mínum honum Russo sem er þekktur gaur þarna í hérna þessari blessari uppeldisfræði
Rousseau, hvernig má hann aftur skrifa þetta, Rousseau, hann hér. Og þetta hann, þannig að þetta rétta efnið og hér sé ég það til fullt af alls konar efni, það heimspeki, það alls konar uppeldisfræðin og annað, smelli bara beint inn á það og þá fæ ég fullt af efni á íslensku Rousseau. Ég má ekki nota þetta efni í ritgerðinni. Hins vegar það sem ég mætti gera að ég mætti fara hér í heimildirnar og leita út frá heimildunum sem hér eru. Það ekkert sem að segja maður megi ekki gera það. Sumar af þeim eru náttúrulega heimildir sem þið komist ekkert í, en þið megið ekki nota og vitna beint í. Og ef þið ætla að nota eitthvað af þessum hérna heimildum, þá verðið að hafa skoðað þær. Þið megið ekki nota heimild og vitna í hana í gegnum aðra. Skiljiði mig. Ég verð að hafa heimildina fyrir fram að mig, eða bókina, eða greinina, eða vefsíðuna, eða hvað sem ef ég ætla að vitna í hana. Ég má ekki vitna í hann Kristoffer Bertram sem skrifar eitthvað af því að hann í þessari grein hérna. Því ég veit ekkert hvað það sem hann skrifaði. Þannig ég þarf að vita það til þess að geta vitnað í hann. Ég held að, já, þetta ekki bara nóg? Svo skulum við bara ræða þetta aðeins.